og Tóti Pál segir þetta góð greining, það einnig athyglivert hve margir svokallaðar aktivistar reynast bara að vera búllíjar sem hafa fundið illgirni sinni skálkaskjól í vinstri skoðunum sem eru byltingakendar en byltingin gegn ríkjandi samfélagi þannig notuð sem afsökum fyrir andfélagslegri hegðun og þetta einmitt, ég hef sagt þetta náður, þetta á líka við muniði Hildi Lillendal, þetta á líka við hérna Sjentilmennið, hvað heitir hann? Haukur Braga. Þetta á þetta líka við Þórsna Júlíus. Heldur betur. Að þetta eru allt sko fyrirverandi netnýðingar. Hvort sem það var á bland.is eða einhverju bloggi eða dortingull.com töflunni eins og Haukur þarna var. Að þar voru þið sko að stunda massíft netnýð árunum 2000, 2005, 2007 þannig að sko fólk lág óvíkt eftir og var bara sumir voru að vera í dæmi þess að sumir voru bara á barmi þess að fremja sjálfsmorð eftir að vera laðir í einelti af þessu fólki og svo finnur þetta fólk svona þessu netnýði sínu þessum tilhneigingum sínum til þess að nýðast á fólki finnur því nýjan farveg í svona byltingarkenndum vinstri skoðunum og þetta er nákvæmlega það sem það er og Þorsteinn Vaff því miður ekkert annað en svona ofbeldisfauti sem að ég hef nú síðan að sko hann náttúrulega verið í gennum tíðina sko mjög duglegur að veitast að mér og ég var að taka fyrir einhverja fæslur hjá honum þegar Harmageddon fór í loftið og af því að hann var stöðugt að veitast að mér og það endaði því bara að hann blokkaði mig og svo fæ ég oft sent svona skjáskot þegar hann er alltaf að nýða af mér skóinn í einhverjum fæslum á karlmennskunni sem var bæði nota bene styrt af sko forsætisráðuneytinu 8 milljónar króna sko. Þann vettvang notar hann til að nýðast á nafngreindu fólki og blokkerar bara fólk til þess að það get ekki sko bórið höndir yfir höfuð sér. Þetta er auðvitað bara lágkúrlegt. Hann er líka búin að vera duglega núna tínuföggu gömul tíst hjá Snorra Másinni. Einmitt, það er það nýjasta. Snorri Másson sem að nota bene hefur alltaf verið mjög opinskár með það og hann hefur sagt það í viðtali hér og hann hefur sagt það í viðtali landstæðum hann var vinstri sinnaður þegar hann var unglingur, þegar hann var í MR og svona, kallaði sig feminista og var með vinstri hjarta eins og hann segir en svo þroskaðist heilinn, hann lýsir þessu þannig, svo þroskast maður, framheilinn byrjar að þroskast og þá áttar maður á hversu barnalegt þetta rugl er og þá verður maður meira til hægri og hann hefur ekki farið í neinar grafgötur með þetta og núna þess að nýjasta sportið að grafa upp einhver eldgömmul tíst frá Snorra Másinni eða sem sagt frá því að hann var tvítugur eða yngri og það sem hann er að, þú veist, tala feminisma eða með jákvæðum formerkjum og bókaður á því sko. Já, þetta er ekkert eitthvað, þú veist. Þetta er ekkert gróft og hann er ekki hann er ekki að taka Þórsnæja á þetta. Nei, langt í frá. Hann er bara einmitt að vera, þú veist, vera vók fyrir 7 árum síðan og nú er það allt í orðið svo hræðilegt sko að hann hafi sko skipt skoðun en það er ekki það að hann hafi sagt eitthvað ljótt heldur bara að hann hafi og það er mjög kaldhænslegt að Steini Vaff af öllum mönnum sé að reyna að nota það gegn Snorra. Við munum eftir, við höfum rætt áður gamlar bloggfærslur frá honum. Það var nú ekkert ósvipað með Þórsnæ. Þetta voru hálfgerðir inselar sko. Hérna er einmitt þessi bloggfærsla. Ég ætla bara að lega, þetta er svolítið óskýrt af því að hann er náttúrulega búin að taka þetta á netinu en þetta er fengið af einhverju skjáskoti. Ég ætla að lesa þetta. Jafnréttis kjaftaði. Ég ætlaði mér nú ekkert endilega að segja eitthvað í kvöld en ég var að svara einhverju skriflegri könnun og við höfum ITR jafnrétti í kynjana. Eitthvað rannsóknarverkefni hjá konu í samvinnu við ITR. Djöfull pirraði ein spurningi mig. Varst þú með jafnrétti í kynjana í huga á leikjanámskeið í sumar? Man ekki orðrétt en það var cirka svona. Hvað í andskotanum er að? Ég er að vinna með börnum. Hvernig er hægt að vera með eitthvað helvítis jafnréttis viðhorf? Ætti ég að gefa stelpunum minna að borða þegar ég er strákur og þeir eru bestir eða vera að gefa eitt skemmtilegu strákana en leiðilegu stelpunar? Ég hlýt að vera að miskilja þessa spurningu því að ég hreinlega skil ekki hvernig maður á að vera með eitthvað jafnréttis kjaftaði í huga í svona vinnu.
Það væri annað að ég væri forstjóri og væri að gefa krökkunum laun fyrir að vera á leikjanámskeið. Endalausa jafnrétti. Einu sinni voru konur ekki konur, heldur vinnukonur. Þeim var skipað að giftast þessu manni en ekki hinnum. Það áttu bara að elda, sauma og þvo og láta sofa hjá sér. Það áttu ekki að ráða neinu. Hvernig þetta í dag? Ansið mikið búið að breytast. Konur ráða öllu. Það eru forstjórar, framkvæmdastjórar, forsetar og það eru húsbóndin á heimilinu. Það líður ekki á löngu að karlarnir verða ekki karlar heldur vinnukallar. Held nú meira að segja að þessi orðið svoleiðis víða. Ef það fyrir ekki einhver að stoppa þess að jafnréttist baráttu kvenna á með að kalla að fara að passa sig. Áður við vitum af verðum við í enn verri málum en konur á fornöld. Ég held að ég sé aðeins búin að tala út núna. En er bara enn meira búin að átta maður hversu mikla stelpur konur ráða hrikalega miklu. Ef það er einhver ósammála með þér eða sammála, endilega segðu mér. Góða nótt, ég ætla að reyna að sofa. Ég ætla að reyna að sofa rótt. Já. Þetta er nú eiginlega magnað. Þetta er Þorsteinn Vaff sem að skrifa svona. Og og hann er ötulega að ráðast gegn mönnum sem hafa aldrei verið nálægt því eins grófur og hann. Þetta skrifaði hann reynda fyrir sléttum 20 árum síðan. Þetta var 2004. En hann hefur ekki hikað við að láta áratuga gamlar færslur eða tölvupósta fólks nota það sem einhvers konar vopn í sinni baráttu. Og það er magnaðið mitt að honum finnist rétt að nutta Snorra Másinu upp úr því að hafa einu sinni verið vók, sko. Já. Ekki það að Snorri, hann er ekki að grafa upp gamlar fæstur þar sem að Snorri er að útúða konum og vera kallrempa. Nei, þvert á móti. Hann er að útúða honum fyrir að hafa einu sinni verið vók en vera núna orðin, sko, svona rétt Heilsteftur. Frjálslindur heitir vist ekki frjálslindur, það er alltaf búið að stela því fyrir löngu síðan á þessu vinstralegi að vera frjálslindur er að vera liptart, sko. En þetta er magnað, þetta er algjörlega magnað. Það virðist vera allir þessir hörðustu réttrúnaðarittarar hafi verið grófustu netnýðingarnir á sínum tíma. Já, það er mjög förðulegt. Þannig. Hverju sætir þetta eiginlega? Og þetta er annað en það bara eins og Bóti var að benda á. Þetta er svona, netnýðingarnir hafa fundið þessum sko andfélaslegu skoðunum sínum farveg í byltingarkenndri róttækri vinstri baráttu. Það er þannig.